Jólabasar Kunstlager. Hér erum við fullt af listmunum, verkum og gripum til sölu. Já, og líka til sýnis. Þetta bæði sýning og basar og yfir 60 listamenn á öllum aldri eru að sýna og jafnt hámenntaðir sem ómenntaðir. Allar gerðir af listaverkum eru hér til sýnis og já. Tilvalið jólapakkan allavega. Við erum sko venjulega með listasýningar hérna frammi. Þetta er sýningar. Við erum stödd hérna í sýningarrýminu núna. Venjulega er þessi veggur mjög hvítur til dæmis með einu verki eða blár með styttu eða bara einum listamann í einu. En núna gefst ykkur tækifæri á að sjá 60 listamenn samankomna fyrir ykkur til þess að þið geti gefið list í jólapakkana. Þarna kemur listamaðurinn með listaverk á basanum, Freyja Eilíf. Hún hefur verið mjög vinsæl hér á basanum. Velkomin Freyja. Takk. Eins og þið sjáið, það er stöður straumur hérna, ný listaverk á hverjum degi. Hér er dæmi það sem hægt er að lauma jólapakkan. Jólasveinar takið eftir. Þetta er sýnt í skóinn líka. Þorvaldur Jónsson er listamaður vikunar. Þessi veggur, hann er alltaf í hver einustu viku, þá á laugardögum, þá hérna erum við með svona sýningu fyrir einn listamann. Það var svo vinsælt að sýna frammi, en það er bara ein sýning á mánuði venjulega, þannig að við urðum að fjölga sýningum og þá var þessi veggur nýttur til að það geti komist að einhverju hverju viku nýja. Og við ákveðum eins og með þennan jólabasar að þekja bara alla veggi, svo kemst það svo mikið fyrir og það er svo mikið að skoða, þannig að maður getur verið hérna bara allan daginn, komiði. Dag eftir dag líka, því þetta selst hérna eins og heitar lummur. Listaverkin þjóta út og hérna þá koma ný upp á veggina. Þannig eftir þess að þið kaupið meira, þeim er meira nýttir í boði og það er svo hvetjandi fyrir listamennina. Já. Svo erum við piparkökur og malta, appelsín og kaffi. Já, svo hérna í dag bættust til dæmis við skartgripir eftir hérna Kari Ósk og Kristínu Eiríksdóttur eins og við sjáum hér. Og hér mögum við líta á djúpsjávarperlur, ferskvarsperlur. Og svo eru hérna steinar, töfrasteinar. Hér er til dæmis hérna steinn sem heitir tígrisauga. Og svo eru svona handmálar og heimabúnar til perlur svona hér. Og þessir eru mjög verðmætir. Og hérna, já, þetta var að bætast við. Það eru hérna þessar tvær vinkonur voru að skrifa leikriti Karma fyrir fugla. Þannig að ef ykkur langar getið til dæmis keypt ykkur hálsfesti, sett hann á ykkur og komið síðan í hérna mars þegar leikritið er frumsýnt með skartgrip á viðeigandi leikrit. Það er rosa vinsælt. Það er svona slá 2 flægir með einni flugu. Það er hægt að gera það. Svo getið þið fengið hérna nytjahluti. Það er hægt að fá hérna dýrindislampa. Hér eru alls konar lampar sem Gulla og Helgi eru búin að gera saman. Guðlaug Mía og Helgi Þórsson. Þau hafa verið að vinna hérna úr alls konar efnum og hérna eru ýmsir lampar eftir þau sem að og maður líta á alls konar dýrindisgripi hérna inni. Þetta er sérst bæði listaverk og nytjahlutur. Og sumt bæði í einu, já. Já, bæði í einu. Hérna er jólaskraut úr seríu eftir Helenu Hansdóttur. Og hún var með þessa seríu í gangi í fyrra og verður með hann á næsta ári og komandi framtíð. Ókomin jól mun hún bæta inn í þessa seríu hér, þannig að nú er fínt að grípa gæsina. Hér er til dæmis hérna jólatré sem er eins og Vestfirðir, sjáu þið. Þetta er svo til íslenska jólatré. Það er hér, það er til sölu og það er hægt að kaupa það og bæta síðan á jólaskrauti úr seríunum næsta ári, til dæmis á greinarnar. Þannig að það er ýmissa grasa, hér kennir ýmissa grasa. Hér erum við með mjög sjaldgæfan klatta. Þessi er 1 af 100, en sem komið eru bara 3 til og það er ekki víst að það verði nútt 100. En þessa klatta vinnum við í sameiningu í Kunstlager og þau minna svolítið á svona hérna, það voru vinsælir þessir svona veggmyndir þegar að Ísland var fullvalda ríki og sjálfstæð þjóð, svona 1945, þá voru þessir vinsælir nema bara með svona íslenska skjaldarmerkin og gyllingu.
þá var hægt að setja það svona yfir arinhillu og í eldhús og það var svona táknum að við varum, það var kannski að vera með svoleiðis upp á vegg hjá sér var táknum að vera sjálfstæður, við vorum hluti af Ísland, það var svona merki að maður væri hluti af þessu sjálfstæða Íslandi og með þennan upp á vegg hjá sér getur maður sýnt og sannað að maður sé hluti af myndlistarheiminum og sé hluti af kunstlagar veröldinni sem rosalega fallegt og mikilvægt í dag. Svo þar hafið þið það. Hann einn af 3, mögulega einn af 100. Þessi að rjúka út hjá okkur. Til að þið sjáu hvar þetta þá hlemmur þarna inn götuna, þarna hlemmur og þegar þið eruð að bíða eftir strætó, þá hafið þið nokkra mínútur yfirleitt og sérstaklega missið strætó, þá getið þið komið hérna að labba bara þessu beinu línu og hér kunstlager, þá getið þið rölt við og skoðað listaverk á meðan þið bíða eftir strætó og jafnvel fengið ykkur piparkökur og kaffi.